Upptökur úr síma sakbornings voru fyrirferðarmiklar á fyrsta degi aðalmeðferðar Reykholt-málsins í dag. Maðurinn heyrist segjast vera í miðri frelsissviptingu. Auk hans eru 5 önnur ákærð fyrir að hafa beitt mann grófu ofbeldi og haft af honum fé. Það skiptir ekki máli hvaða kvarði er notaður við námsmat í grunnskóla, segir formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík, heldur að stjórnvöld og skólasamfélagið vinni saman að innleiðingu nýs einkunnakerfis. Ísraelar og Bandaríkjamenn eru sammála að bandaríski herinn hafi eftirlit með afvopnun Hamas á Gaza. Bæði Ísraelar og íbúar á Gaza eru þó tortryggnir á næstu skref. Yfirmaður herafla NATO í Evrópu kallar eftir uppbyggingu og langtíma fjárfestingum í eftirlitsgetu á Íslandi. Hann segir viðveru NATO-herliðs óhjákvæmilega til lengri tíma. NATO og Bandaríkin hafi vanrækt að hugsa norðurslóðir. Agnarsmáar álfabækur Guðlaugs Arasonar rithöfundar og listamanns eru til sýnis á Selfossi. Hver bókaskápur er heimur út af fyrir sig. Gott kvöld. Upptökur úr síma sakbornings vöktu mikla athygli á fyrsta degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu í Héraðsdómi Suðurlands í dag. 6 eru ákærð fyrir að hafa svipt mann frelsi sínu og misþyrmt honum til að hafa af honum fé í apríl 2024. Aðalmeðferðin hófst á því að spilaðar voru hljóðupptökur úr síma eins sakborninganna, Andra Más Mortensen Birgissonar, en upptökurnar voru allt í allt heilar 3 klukkustundir. Sími Andra tók upp öll hljóð þegar hringt var í eða úr símanum og upptökurnar gefa ágætis mynd af atburðarásinni í málinu. Andri Már er ákærður í málinu ásamt unnustu sinni, bróður og tengdaföður og 2 öðrum mönnum fyrir að halda manni fungnum á heimili hans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Andri var með síma sinn stilltan þannig að öll samtöl voru tekin upp og saksóknari spilaði hverja upptökun á fætur annari fyrir dómi í morgun. Fyrstu símtölin voru nokkrum dögum áður en að maðurinn var sviptur frelsi sínu og þá talaði Andri við tengdaföður sinn og ræddi að innheimta fyrir hann ógreidda leigu frá brotaþola 500.000 krónur. Síðar heyrist hann tala við annan mann sem er ekki ákærður í málinu að hann vanti 250.000 til að greiða skuld hjá tryggingafélagi, svo unnusta hans verði ekki gjaldþrota. Hann segist þá alvarlega vera að hugsa að frelsissvipta einhvern og ræna. Þetta snúist konuna hans og hann svífist einskis. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu er það fordæmalaust að svo nákvæm gögn séu til við meðferð sakamála hér á landi. En á upptökunum sem spanna viku tímabil heyrist Andri meðal annars segja: ég er í miðri frelsissviptingu og ég hef frelsissvipt margoft, ásamt því að hann heyrist öskra á og hóta brotaþola. Hann segir við tengdaföður sinn föstudaginn 19. apríl að hann ætla að fá 2 menn með sér til að fá peninginn. Hann ætli bara að hræða manninn. Í næstu símtölum það sama kvöld og aðfaranótt laugardags heyrist að hlutirnir fóru úr böndunum. Mennirnir 2 skildu Andra eftir með brotaþola og hann segir unnustu sinni að þeir hafi barið hann illa og að allt sé í blóði. Brotaþoli hafi nánast sloppið og Andri kvaðst orðinn stressaður að sést hafi til þeirra og að hann sé þá leið í fangelsi í langan tíma. Hann biður bróður sinn aðstoð að sækja unnustu sína og koma með hana í Reykholt. Maðurinn virðist í haldi fólksins fram á mánudag og áfram heldur ofbeldið. Andri hefur til að mynda samband við Landsbankann og reynir að fá greiðslur af reikningi hans undir því yfirskinni að hann sé að aðstoða manninn sem sé palestínskur flóttamaður, en án árangurs. Honum tekst þó að blekkja starfsmann Símans til að fá rafræn skilríki fyrir manninn og hafa af honum fé. Í næstu samtölum við unnustu Andra og bróður tala þau að maðurinn sé mjög illa farinn og Andri pantar fyrir hann flug úr landi á mánudeginum. Daginn eftir virðist tengdafaðir hans hafa miklar áhyggjur en Andri hughreysti hann og segir til að mynda að hann hafi farið með brotaþola út að borða og að þeir hafi átt góðar stundir áður en hann fór úr landi. Hann ræðir hvernig best sé að losa sig við bíl brotaþola og láta líta út fyrir að hann hafi farið sjálfur úr landi. Andri kom fyrir dóm í dag en vildi ekki gefa skýrslu. Málið heldur áfram næstu daga og er talsvert umfangsmikið. Formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík segir samstarf stjórnvalda og kennara skipta meira máli en mælikvarði. Mikilvægt sé að standa vörðu skólakerfið svo það verði alltaf hvetjandi fyrir nemendur.
Frá og með næsta vori verða einkunnir við lok grunnskóla gefnar í tölustöfum í stað bókstafa. Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra tilkynnti breytinguna á þingi Kennarasambands Íslands fyrir 4 mánuðum við mikla undrun kennara sem sökuðu ráðherra samráðsleysi. Samkvæmt gildandi aðalnámskrá byggir námsmat á bókstafskvarða sem tengdur hæfni og matsviðmiði í lok 4., 7. og 10. bekkjar. Menntamálaráðherra segir breytinguna svar við ákalli samfélagsins. Markmiðið sé að gera einkunnagjöf auðskiljanlegri og skýrari fyrir nemendur, foreldra og skólasamfélagið, auk þess að samræma hana milli skóla. Ég hugsa þessu auðskiljanlegra fyrir foreldra og þá komum við aftur að þessari spurningu. Erum við að gera þetta til þess að vita hvar þau eru í röðinni með við hina, eða erum við að gera þetta til þau viti hvar þau eru stödd í sínu eigin námi og hvaða skref þau eru að fara að taka næst. Breytingarnar verða innleiddar í 2 áföngum og undirbúningur hafinn hjá miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Gert ráð fyrir að fyrsti áfangi taki gildi næsta vor og nái til lokamats 10. bekkjar. Einkunnir verða gefnar í heilum tölum á bilinu 1 til 10. Það skiptir í raun og veru ekki máli hvaða kvarði notaður, getur verið með dýratákn þess vegna. Það skiptir bara máli að við stöndum vörðum að kerfi verði alltaf hvetjandi fyrir alla nemendur. Árið 2016 var mælikvarðanum fyrir námsmat í grunnskóla breytt úr tölustöfum í bókstafi. Guðjóna Eygló segir að slíkt fyrirkomulag hafi gefist vel þar sem hæfni sé tekin inn við námsmat. Það sé hvetjandi og gefi nemendum betri tilfinningu fyrir því hvar þeir eru staddir í náminu. Ég óttast það þegar við erum að fara að útskrifa einhverja krakka með 5 að þá geti það árið sárt. Ég óttast það. Ég vil ekki að sé sárt að útskrifast úr grunnskóla. En þegar við höfum sé, þá var það meira svona þú ert á leiðinni. Þú ert á leiðinni, bara haltu áfram, þetta allt í lagi. Skólasetning í næstu viku og kennarar í óðaönn að undirbúa komandi skólaár. Guðjóna Eygló segir tíman knappan fram að innleiðingu og enn margt á huldu. Það skiptir máli hvernig við innleiðum breytingar og núna til dæmis held ég að rétta spurningin sem við ættum að fara að spyrja og ráðuneytið ætti að fara að spyrja kennara. Hvaða stuðning þurfið þið til þess að innleiða? Hverju mun þetta breyta? Það að taka upp samtal. Allir að fara að reikna meðaltöl? Við höfum ekki verið að gera það undanfarin ár. Hvernig ætlum við að gera þetta? Við þurfum að gera þetta saman. Ísraelar og Bandaríkjamenn hafa samið að bandarískur herforingi sjái afvopnun Hamas samtakana. Jared Kushner, fulltrúi Bandaríkjastjórnar í málefnum Mið-Austurlanda, var í Ísrael í dag og hitti Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Embættismaður ísraelsku stjórnarinnar sagði við AFP-fréttastofuna að þeir hefðu samþykkt þetta fyrsta skref í afvopnun Hamas. Ísraelar hafa hingað til ekki viljað draga herlið frá Gaza, ekki fyrr en Hamas hafi skilað inn vopnum sínum. Hallgrímur, hversu stórt skref þetta í átt að því að friðarsamkomulag verði að veruleika? Þetta skref en það á kannski eftir að koma í ljós hversu stórt það í raun og veru er. Ísraelsmenn þeir höfðu hafnað tillögu Bandaríkjamanna að friðarsamkomulagi á Gaza, tillaga sem Hamas hafði áður samþykkt. Hún hafði falið í sér að Hamas afvopnaðist, Ísrael dragi herlið sitt frá Gaza og að borgaraleg stjórnvöld frá Palestínu myndu síðan taka við stjórn héraðsins. Ísraelsmenn hafa viljað að Hamas afvopnaðist algjörlega áður en þeir svo mikið sem bara byrjuðu að draga sitt herlið frá Gaza. Þetta ég skref í þá átt en það hafa ennþá engin opinber viðbrögð komið hvorki frá Ísraelsmönnum, Bandaríkjamönnum né Hamas-samtökunum eftir þennan fund Kushner og Netanyahu. Þannig að það margt sem svona þarf að koma í ljós áður en við sjáum hvort að þetta verði grundvöllur að varanlegum friði á Gaza. Engin opinber viðbrögð segiru, en hvað segir almenningur þessa viðræður? Almenningur bæði á Gaza og í Ísrael, þeir svona mæta þessum viðræðum frekar með tortryggni og áður en þessar viðræður hófust í dag þá voru margir í raun og veru báðum megin ekkert sérstaklega bjartsýnir á að þær myndu leiða til friðsamlegra og góðra niðurstöðu. وكل ساعة كوشنير رايح كوشنير جاي كوشنير مؤتمر هان وكله كذب على الفاضي. احنا بدنا حل جذري حل يرضي الجميع. זה לא יקרה שהחמאס יתפרק מנשקו וכל הגורמים השונים, מכיוון שזה בדם שלהם, זה התדמית שלהם. אם הם יתפרקו מנשקם אז הם יחזרו להיות אזרחים רגילים ולזה לא יקרה.
En Netanyahu líka undir þrýstingi frá öðrum í ríkisstjórninni, ekki satt? Jú, vissulega, og það kemur náttúrulega ekki síst til af því að það eru kosningar í Ísrael í október og samkvæmt könnunum þá svona munar ansi litlu á því hvort að ríkisstjórnin haldi völdunum eða missi þau. Aðrir ráðherrar, þeir vilja ganga mun lengra heldur en Netanyahu hvað varðar Gaza og þá meðal annars við Ben Gvir, þjóðaröryggisráðherra Ísraels. Hann talaði þetta í hlaðvarpi nýlega og hann bara hreinlega mælir beinlínis með því að það verði gerðar kerfisbundnar árásir á Gaza og þá mun harðari heldur en Ísraelsmenn hafa verið að gera undanfarið. אתה יודע, מדברים בימים האלה, זה לא סוד, אני חלקתי על ראש הממשלה, אני חושב שצריך לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, כל לילה להוריד 30-40. לא רק אלה שמסכנים אותך באותו רגע. אין, יש שם אנשים שהם לא בני חיים, הם לא צריכים לחיות, הם לא אנשים, גם אני נותן להם מחמאה שאני קורא להם אנשים. Það hefur líka dregið til tíðinda í Íran, þar sem að bæði Ísrael og Bandaríkin eru í stríði. Já, íranski yfirvöld tilkynntu í morgun að það hefði samkomulag náðst við yfirvöld í Óman með hvaða hætti eigi að haga siglingum Hormúzsund. Með við það sem fjölmiðlar segja þá bæði verið að semja sérstaka siglingaleið og að ekki verði innheimt gjöld af þeim skipum sem sigla þarna sem eru náttúrulega stórum hluta olíuskip. Bandaríkin hafa líka verið í viðræðum Hormúzsund og meðal annars krafist fullrar opnunar á sundinu. Það var haft eftir Donald Trump forseta Bandaríkjanna á Fox News í morgun á sjónvarpsstöðinni að ef Óman kæmi í veg fyrir að Bandaríkin semdu Hormúzsund þá yrði landið sprengt í tætlur. Það hafa ekki komið viðbrögð ennþá við þessari hótun. Einmitt það, fylgjumst með því áfram. Takk fyrir þetta, Hallgrímur. Og yfir í annað, nærri 18.000 hafa kosið utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Sýslumaður segir það hafa komið á óvart, áhuginn sé mikill. Frá með deginum í dag hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar í Kringlunni. Þar opið frá klukkan 12 á hádegi til lokunar. Þessi kjörstaður til viðbótar við Hlíðarsmára 1 í Kópavogi. Kjörsókn mjög góð. Hún betri heldur en við bjöggust við. Hérna kjörseðlinn. Það bara já eða nei, x, já eða nei. Setur þetta svona niður, brotið niður, límir aftur, kemur til mín aftur. Frá því að utan kjörfundar atkvæðagreiðslan hófst 27. júlí hafa það bil 11.500 greitt atkvæði á höfuðborgarsvæðinu. Alls hafa nærri 17.900 greitt atkvæði. Þetta mun meira en við sáum bæði í forsetakosningunum og í alþingiskosningunum 2024. En við erum að horfa aðeins til þess að þetta virðist vera svipað og væri í forsetakosningunum 2020 sem og alþingiskosningum 2021. En það voru tæplega 40.000 manns sem kusu hjá sýslumönnum höfuðborgarsvæðinu forsetakosningunum 2020. Sigríður segir of langt liðið frá síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu til að bera þessa atkvæðagreiðslu saman við hana. Við beðum að setja þína undirritun hérna, undirskrift. Það virðist verið mikill áhugi á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem náttúrulega bara gaman. Og það 272.000 rúmlega sem eru á kjörskrá. Þannig að við eigum von á mikilli kjörsókn, tel ég, og spennandi kosningavöku 29. ágúst. Þú ert í Reykjavík norður, þannig að það bara kassi hérna baka mig sem setur í. Gjör svo vel. Og þjóðaratkvæðagreiðslan verður til umfyllunar í Silfrinu í kvöld, ekki svo, Sigríður Hagalín? Heldur betur. Við ætlum að ræða afstöðu atvinnulífsins til Evrópusambandsins og fara yfir stöðuna á vinnumarkaði. Gestir mínar verða þau Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims, Sveinn Sölvason, forstjóri Embla Medica eða Össurar, Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Halla Gunnarsdóttir, formaður VR stéttarfélags. Og síðast en ekki síst kemur Guðni T.H. Jóhannesson til mín. Við ætlum að ræða landhelgi Íslands og fullveldi þjóðarinnar. Ekki missa af Silfrinu klukkan 7:05. Takk fyrir það, fylgjumst með því. Bandaríkin hafa áfram beina hagsmuni af viðveru hers á Íslandi til varnar bæði Norður-Ameríku og NATO, sagði yfirmaður herafla NATO í Evrópu í dag.
Ingólfur Bjarni, hann hérna vegna heræfingar sem að hefst á morgun og virðist ekki bara hafa verið að tala á snyrtilegum diplómatískum nótum. Nei, orðfærið og svo sem diplomatíst eins og kannski mátti búast við en innihaldi var skýrara heldur en að maður hefði gert ráð fyrir. Hann var frekar afgerandi ef við skoðum kannski líka samhengið. Allt sem gerist á Grænlandi þessu ári. Trump að tala ónýta bandamenn, úralt NATO, verið að tala niðurskurð. Það var ekkert slíkt tal hjá Gringovic admirál. Hann talaði að það væru, eins og það hagsmunir Bandaríkjanna og NATO að hér yrði herlið til lengri tíma. Strategic approaches to North America are on either side of Iceland. I think that means that there's some real opportunities as we go through that posture review to think about what are the contributions that we can collectively make to defense on both sides of the Atlantic. I think clearly the United States has an interest in continuing to operate from here in defense of North America and defense of the alliance. So there'll be a number of things we can look at in the short term. I'd also say in the longer term, we really need to think about the Arctic and Arctic security. That's going to be essential for all of us more and more over the next few decades. So this is something the Prime Minister and I just talked about, is how do we take that long view? How do we ensure, even though we're doing a posture review over 6 months, that we're thinking about what are the investments that we need to make so that we ensure we have the awareness that we need and the infrastructure that we need for that scenario unfolding in about 20 years. Gringovic að tala norðurslóðir og innviði. Hann þá að tala eitthvað meira heldur en núverandi kafbátaleit frá Keflavík. Kannski tók ekki alveg af skarið en það var erfitt að skilja nærvísi. Já, hann talar norðurslóðir, hann talar að NATO og Bandaríkin hafi raun og veru vanrækt norðurslóðir og hann talar að í ljósi breyttra aðstæðna, breytts öryggis og varnarlandslags sé einfaldlega þörf á langtíma fjárfestingu, langtíma uppbyggingu og þetta held ég að teljist bara nokkur tíðindi. Now, we have had a more or less continuous presence of some of our anti-submarine warfare capability, our P-8 aircraft down at Keflavik Air Base for quite a while. I would tell you that other NATO allies contributing to that mission, that continues to grow more and more. And so I think you're going to see, even if it's not a permanent presence with people that are living here full-time, you're going to see consistent rotational deployments of NATO capabilities from across the alliance, including the United States, for some time to come. Again, Iceland sits just in such a geostrategically important spot that it's inevitable that you'll continue to see that presence here. And that'll be both for exercises and operations. Yeah, and I just want to add to that. I mean, there's a lot that's been talked about when it comes to NATO capabilities. Obviously, Iceland is fulfilling all of its NATO capabilities. We are going to be fulfilling the 1.5%. Because we agree that 3.5% is our strategic situation and geographical place in the world, and there's full coherence and agreement on that. But that obviously means that there's going to be more investments. There's going to be more things going on in this region because we are contributing to that, and we're doing it in a great alliance with NATO and the United States. Það var erfitt að skilja þetta öðruvísi en svo að þetta verði eitthvað annað og meira heldur en bara Keflavíkurstöðin sem við þekkjum hefur náttúrulega verið í herstöði í áratugi. Gringovic talar æfingar, hann talar aðgerðir en hann nota líka orðið awareness sem þá líklega bara best að skýra sem getur til þess að greina umferð og ógn við landið. Ratsjár, kafbátaleit, fjarskipti, það eru innviðir sem að mætti þá kannski geta sér til að yrðu hlutað svona einhvers konar fjárfestingaráætlun. Og svo hefst heræfing á morgun. Já, Norðurvíkingur tvíhliða heræfing Íslands og Bandaríkjanna sem fer fram á 2 ára fresti. Kannski ekki svo mikið heræfing, meira svona verið að tryggja fælingamáttin og láta vita að hér sé einhverjur á ferð og það verða reyndar fleiri en þessi 2 ríkja ferð. Norðmenn, Svíar, Danir, Finnar, Þjóðverjar, Frakkar, Belgar og Kanadamenn taka þátt í þessari heræfingu meðal annarra. Takk fyrir þetta, Ingólfur Bjarni. Verstu gróðureldar í Belgíu yfir 100 ár hafa nú geisað í 4 daga. Minnstu munaði að eldarnir bærust til Þýskalands helgina. Fullri stjórn hefur ekki verið náð á eldunum. We moeten nu terugkeren. Waarom? Ja, de rook is te groot. Het is te gevaarlijk. We gaan in veilige omstandigheden altijd blijven werken. Vandaar dat we nu terugkeren. Eldarnir kviknuðu á föstudaginn í Haifens-þjóðgarðinum skammt frá Lies og hafa breiðst út á 30 ferkílómetra svæði sem þrefalt flatarmál Akranes. Hús voru rýmt meðal annars í Monschau sem Þýskalandsmegin landamæranna.
Barátta með eldana helgina var erfið, þar sem hann nær niður á nokkura metra dýpi. Het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op, we blussen dat weer af, het flakkert weer terug op. De wind duwt het naar links, duwt het naar rechts en zo lopen we eigenlijk permanent achter de feiten aan. Þykkan reyk leggur yfir stórt svæði við landamærin að Þýskalandi. 2 þorp Belgíumegin hafa verið rýmd. On attend les informations, donc je vais prendre pour 2 jours, on verra bien. Hein. Fort stressé, mais ça va aller, il faut être confiant. Spáð úrkomu næstu daga en að mati slökkviliðsins ekki nægilegt til að halda aftur af eldinum. Það því ekki ljóst hvenær hægt verður að ná fullri stjórn á honum. Eldar hafa geisað víða í Evrópu síðustu daga og vikur, síðast í Grikklandi og Bosníu. Ný skýrsla frá hollenska bankanum Tritos, sem með starfsemi víða í Evrópu, sýnir að hitabylgjurnar sem gengið hafa yfir Evrópu á þessu ári hafa valdið tjóni sem jafngildi 1% af landsframleiðslu allra ríkja Evrópusambandsins. Tjónið sé vegna skertrar framleiðni, samgöngutruflana og hærra raforkuverðs. Haraldur Noregskonungur hefur verið lagður inn á sjúkrahús og komin í 2 vikna veikindaleyfi. Haraldur, sem 89 ára, hefur síðustu vikur verið í meðferð vegna blóðleysis sem orsakast af skorti á rauðum blóðkornum. Sjúkdóminn yfirleitt hægt að meðhöndla með lyfjum. Haraldur hefur verið tæpur til heilsunar nokkurt skeið og var síðast í febrúar lagður inn á sjúkrahús á Tenerife þar sem hann var í fríi. Dönsk mennayfirvöld líta á það sem vaxandi vandamál að nemendur noti spjallmenni og gervigreind. Settur hefur verið saman neyðaraðgerðarpakki til að koma í veg fyrir svindl á prófum. Neyðaraðgerðapakkin samanstendur af 3 aðgerðum sem hægt að hrinda í framkvæmd til skamms tíma til að stemma stigu við óviðeigandi notkun gervigreindar í námi og prófum. Munnleg vörn á lokaverkefni, eftirlit með skjám nemenda í prófum og að láta nemendur klára verkefni í skólum þar sem hægt að fylgjast betur með vinnuferlið þeirra, veita endurgjöf og skapa nákvæmari grunn fyrir mat. Í framhaldsskóla á Norður-Jótlandi eru nemendur nú þegar látnir klára verkefni í skólanum til að forðast svindl. Det har været en god oplevelse. Det har helt klart været nervepirrende. Man kan få hjælp til de ting, man ikke forstår, i stedet for så sidder man derhjemme, og så ved man ikke, hvad man skal, så kan det være, at man går til AI for eksempel. Det bliver desværre misbrugt til snyd og til, at AI laver simpelthen opgaverne for eleverne. Nemendur segast finna fyrir þrýstingi til að fá góðar einkunnir og að hann sé orðinn eðlilegur. Det skal være lidt mere strukturelt. Man skal kigge på, hvorfor det, at vi bruger AI så ofte. Og det jo der, hvor jeg mener, at det jo på grund af det her konstante karakterpres, og den her, især i gymnasiet, SDX, hvor der afleveringer konstant. Skólastjórnendur og kennarar kalla eftir nákvæmari leiðbeiningum fyrir þennan nýja veruleika þar sem gervigreindin í senn bæði förunautur og í sumum tilfellum staðgengil fyrir nemendur sem sinna vinnunni heima. Nu spiller vi ud med nogle konkrete forslag. Nu har jeg samlet hele sektoren for at tale med dem om, hvad skal næste skridt være? Hvordan får vi det her til at blive til virkelighed? Agnar smáar álfabækur prýða listasýningu á Selfossi. Þær eru nákvæmar eftir gerðir íslenskra og erlendra bóka og hver bókahilla heimur út af fyrir sig. Guðlaugur Arason, rithöfundur og listamaður, var að opna sýningu í galleri Listaseli í nýja miðbænum á Selfossi þar sem hann sýnir mjög óvenjuleg verk. Við opnunina spiluðu þeir Jón Rafnsson á kontrabass og Björn Thoroddsen á gítar. Sýningin ótrúlega flott og skemmtileg og þetta svona öðruvísi listasýning, eitthvað sem maður sér ekki daglega. Þegar ég byrjaði á þessum bókum þá var ég að skrifa skáldsögu sem fjallaði álfa og menn og ég tók mig frí frá því vegna þess að ég þurfti að flytja bókasafnið mitt. Ég var að flytja á milli landa og flytja 4000 bindi á bókum og ég sagði þá með sjálfum mig, Gulli, ekki hægt að minnka bókasafnið þitt niður einhvern veginn. Þannig að þú getur bara farið með það í flugvélinni, án þess að borga yfirvikt. En hvernig fer Guðlaugur að því að hafa bækurnar svona smáar? Ég tek hverja bók og ég skanna hana 3 sinnum þar sem fram, bak og kjör, set þetta inn í tölvuna mína og svo minnka þetta niður þar til ég fæ stærðina 1:12 miðað við orginalin og svo prenta þetta út, klipp þetta niður og svo lími ég kápuna á balsatré sem ég saga til og það sem sagt innmaturinn í bókinni, það balsatré. Guðlaugur sem býr í Danmörku alsæll þar og vinnur þar sín listaverk. Sýningin á Selfossi verður opin út ágústmánuð. Og þá pakka ég niður og fer til Danmörkur aftur.
Kastljós að fara aftur á stað í kvöld. Hvað ætlaði að bjóða upp á í fyrsta þættinum? Já, við erum komin úr sumarfrí og við ætlum að tala erlenda fanga. Það hefur vakið athygli að tugir erlendir fangar hafa á munu fá frelsi óvenju snemma og gegn því að vera vísa á landi og megi ekki snúa tilbaka. En þar á meðal dæmdur morðingi sem fekk 16 ára dóm. Þetta hefur vakið ýmsar spurningar jafnræði og ekki síst skilaboðin sem þetta kann að senda til dæmis alþjóðlegum glæpasamtökum. Við ætlum að ræða þetta við þau Grím Grímsson, þingmann Viðreisnar og Sigríði Andersson hjá Miðflokki á eftir. Takk fyrir þetta. Þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun útlit fyrir hæga norðaustlæga eða breytilega átt en strekkingur við suðaustur ströndina. Víða má búast við björtu og sólríku veðri en lítils háttar væta á suðausturlandi og Austfjörðum og líkur á þokulofti við norðvesturströndina. Áfram milt í veðri. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Breski hlauparinn Amy Hunt skráði sig í sögubækurnar á lokadegi Evrópumótsins í frjálsíþróttum. Indverskur kjúklingaréttur kom í veg fyrir heimsmetstilraun hjá stangarstökkvaranum Armand Duplantis. Markahæsti leikmaður bestu deildarinnar í fótbolta, Ida Marín Hermannsdóttir, mun ekki klára tímabilið með FH þar sem hún heldur í atvinnumennsku. Fyrrum landsliðsmaðurinn Jón Daði Böðvarsson hefur lagt takkaskóna á hilluna og við kíkjum á 6 marka leik í bestu deild karla í fótbolta í íþróttum eftir augnablik. Ætlum að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Upptökur úr síma sakbornings voru fyrirferðarmiklar á fyrsta degi aðalmeðferðar Reykholtsmálsins í dag. Maðurinn heyrist segjast vera í miðri frelsissviptingu. Auk hans eru 5 önnur ákærð fyrir að hafa beitt mann grófu ofbeldi og haft af honum fé. Það skiptir ekki máli hvaða kvarði notaður við námsmat í grunnskóla, segir formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík. Heldur að stjórnvöld og skólasamfélagið vinni saman að innleiðingu nýs einkunnarkerfis. Ísraelar og Bandaríkjamenn eru sammála að bandaríski herinn hafi eftirlit með afvopnun Hamas á Gaza. Bæði Ísraelar og íbúar á Gaza eru þó tortrygnir á næstu skref. Yfirmaður herafla NATO í Evrópu kallar eftir uppbyggingu og langtíma fjárfestingum í eftirlitsgetu á Íslandi. Hann segir viðveru NATO-herliðs óhjákvæmilega til lengri tíma. NATO og Bandaríkin hafi vanrækt að hugsa norðurslóðir. Agnarsmáar álfabækur Guðlaugs Arasonar, rithöfundar og listamanns eru til sýnis á Selfossi. Hver bókaskápur heimur út af fyrir sig. Þessum fréttatíma að ljúka og næst á dagskrá eru íþróttir, veður og kastljós og loks silfrið. Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringinn og það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við segjum þetta gott í sinni, verið sæl.